Jæja, góðan dag og velkomin í þennan tíma. Í dag ætlum við að fara bara í svona stutt og mjúkt morgunflæði. Það verður svona cirka 20-25 mínútur, hugsa til þess að vekja líkamann, mjög góð leið til þess að koma sér á staðinn í daginn. Þannig við ætlum að byrja hérna örstutt í sitjandi stöðu og þetta er góð leið til að setja svona tóninn fyrir daginn. Þannig að leyfðu þér að virkilega svona móta þig og getur jafnvel farið inn í að sjá fyrir þér daginn, sjá fyrir þér hvernig þú vilt að væntanlegir atburðir fari. Þú ert kannski að fara á fund, þú ert með eitthvað markmið á fundinum, eitthvað sem þú vilt ná fram. Hugsaðu fundinn eins og þú sért búin að ná þessu markmiði og sjáðu fyrir þér viðburðina fara eins og þú kýst helst. Gefum okkur smá tími í það og farðu yfir alla atburði. Allt frá því hvernig þú ætlar að komast í vinnuna, hvernig ferðin þangað muni takast vel og svo koll af kolli, alveg þangað til að þú ert komin aftur heim, seinnipartinn, sjáðu fyrir þér samskiptin heima fyrir, sjáðu fyrir þér hvernig þú ætlar að vera svona góð útgáfa af þér í dag. Svo geturðu í leiðinni sett ásetning að fara síðan yfir daginn þegar þú ert aftur komin upp í rúm í kvöld. Geturðu tekið stöðuna á deginum og sé hvernig hefur tekist til. En þá erum við búin að setja okkur svona ásetning. Við erum bara að vekja líkamann og við erum að setja tóninn fyrir daginn. Við erum að fara inn í æfingarnar og inn í daginn með góðum ásetningi. Þannig að við byrjum hérna á 4 fótum og við liðkum hrygginn eða bakvöðuna alla upp og niður. Þú skalt hafa glænta fingur, þú skalt hafa hnén beint fyrir neðan mjaðmir og svo þú ert búin að gera nokkru sinnum upp og niður, gerðu bara alveg í takt við þína öndun. Ekkert vera að hugsa of mikið öndunina, leiðinu bara að flæða eins og hún vill. Ef þú ert búin að gera nokkru sinnum hægri upp og niður, skaltu byrja að gera hægri vinstri hreyfingar. Gerðu þær bæði inn í fettunni og inn í krippunni. Og á morgnana erum við yfirleitt svona stirðasti tími dagsins. Líkaminn þarf tækifæri til að vakna og akkurat hér erum við að gefa honum svona mýkt tækifæri til að losa sig við vökva og annað sem að safnast fyrir yfir nóttina. Ókei. Þá ætlar að stíga fram með hægri fót. Fáðu aftar hnéð aðeins aftar og byrjaðu bara að rugga mjúklega inn í stöðuna. Hendurnar eru fyrir innan hnéð og losaðu svo hægri hendina frá dýnunni og hafðu hana hérna á hnénu og þrýstu létt á og leyfðu þér að teikna lítinn hring út í loftið með hnénu og það er allt í lagi þó að ylinn hérna innanverðu lyftist aðeins frá dýnunni. Það er bara besta mál. Teiknaðu hring í báðar áttir. Axlirnar eru slakar og öndunin flæðir eins og þér þykir best. Stoppaðu svo hreyfinguna og þrýstu stóru tánni á fremri fæti vel niður og teygðu hægri hendina hérna hátt upp. Leyfðu svo olnbogum að koma niður í átt að dýnunni. Og hátt upp og meðan þú teygir upp ætla að ýta vel þá í hendina sem eru í gólfinu og andaðu að og frá hérna uppi og svo þú kemur niður ætlar líka að anda að og frá. Gerðu 2 svona í viðbót í hvora átt og kannski ferðu ekkert rosalega langt inn í hreyfingarnar svona til að byrja með. Það er bara allt í lagi. Þessar hreyfingar eru til þess ætlaðar ekki til þess að fara mjög langt, heldur til þess að vekja líkamann. Og næst ætlum við að hreyfa mjöðmina aftur og bak og áfram. Og þú mátt alveg ýta mjöðminni vel aftur og bak og vel fram. Nú fáir opnun framan á mjöðum og líka hérna aftan á mjöðum og inn í aftanvert læri og jafnvel inn í kálfa.
Mjög gott. Við ætlum að skipta um fót. Við ætlum að gefa okkur alveg jafn góðan tíma því að við gætum verið stirðari hinum megin. Ýttu létt á hnéð. Passaðu alltaf að glenna fingur á lófanum sem í gólfi hverju sinni. Teiknaðu hring með hnénu. Axlir eru slakar. Teiknaðu hring í báðar áttir. Og svo teygirðu vinstri hendina upp og þrýstu stóru tánni á fremri fæti vel niður í gólf. Horfðu upp á eftir hendinni, andaðu að og frá. Og svo kemurðu niður og hér ætlarðu líka að anda að og frá. Og upp, að og frá. Og niður og anda að og frá. Og þrisvar í viðbót. Upp. Við erum að reyna að halda stóru tánni í gólfinu allan tíman. Það er að segja á fremri fæti. Nema svo gerum við aftur og baka áfram. Hreyfðu alltaf í takt við öndun, ekki rembast með öndunina, axlir eru slakar. Og þetta eru svo góðar hreyfingar líka til að finna fyrir líkamanum, taka stöðuna, athuga hvaða skilaboð líkaminn er að senda. Við ætlum að gera einu sinni enn aftur á bak og svo stoppum við og við ætlum að snúa okkur svona á dýnunni. Aftara hnéð er ennþá í gólfi og fremri fóturinn er ennþá hérna frammi og við rísum svona upp á hnéð. Þannig að hnéð er hérna beint undir mjöðum og aðal þunginn liggur hérna í gegnum hnéð. Mér finnst gott að hafa tábergið á aftari fætinum hérna í gólfinu eða dýnunni. Ég ætla mér að færa með þess og ég nái tánum inn á dýnuna, það er betra grip. En það má auðvitað líka vera með ristina í, bara eftir hvernig ykkur líður í ylinni. En svo skýt ég hérna mjöðum minni aðeins út í hliðar, hendin kemur upp og ég halla mér hérna aðeins yfir og upp og yfir. Og mér finnst gott að fara upp á innöndun og niður á fráöndun. Horfðu alltaf í átt að lofti, svona eftir hendinni. Þannig að við reynum að missa ekki fremri öxlina, eitthvað svona fram fyrir okkur. Við ætlum ekki að missa hana niður og horfa niður. Og hér erum við að fá hreyfingu og tog inn í svæðið hérna fyrir ofan mjöðum og fyrir neðan rifbeinin. Og nú erum við búin að gera nokkrum sinnum, örugglega alltof oft, ég ætlaði bara að gera 5 sinnum. Og svo nú ætlum ég að halda. Halda og anda og fráöndun og reyna að fara lengra inn í stöðuna og ef mér er orðið pínlítið illt eða þreytt í hálsinum, bara kíkið hérna niður og ég bara styð mig við hérna fótlegginn, aðal þunginn hvílir á fætinum þar sem hnéð er í gólfi og svo lósum við. Og nú skiptum við hlið, þannig að hitt hnéð kemur í gólf og lengjum hinn fótinn hérna út. Og hendin hátt upp, við öndum að hér og svo fráöndun, síga niður eða teygja sig hérna yfir, innöndun og útöndun. Hugsaðu ímyndaðan vegg fyrir aftan bak, handabakið á efri hendinni snertir þennan vegg, líka hnakkinn þinn og efri öxlin. Hafðu í huga ef þú finnst þú vera að rembast með hálsinn, horfa þá bara aðeins niður, leyfa höfðinu að hanga. Gerum einu sinni enn svona inn í stöðuna og út úr henni aftur. Og svo höngum við inn í henni. Við förum eins djúpt og við getum, án þess að rembast með andardráttinn. Þú ættir alltaf að geta svona bladrað inn í stöðunu eins og ég. Og því meira sem þú hugsar vegginn fyrir aftan bak, því meiri opnun færði hérna á síðuna þína. Og tilbaka. Og þá ætlum við að færa okkur alveg yfir í sitjandi stöðu á rassinum. Hendur fyrir aftan bak.
Gott bil á milli hælana. Ég myndi segja svona dýnubreytina því að dýnan snýr svona, þá er erfitt að miða við það. En við leyfum hnjánum að síga svona niður hérna til skiptis, hægra og vinstra megin við. Það sem við ætlum að gera er að reyna að hafa 90 gráðu beygju á hnjánum og mjöðminni og ökklunum. Þannig að 90 gráðu beygja, 90 gráðu beygja, 90 gráðu beygja. 90 gráðu beygja, 90, 90. Og hendurnar eru á sama stað, hælarnir eru á sama stað og við bara veltum svona yfir á milli. Og á morgnana eru við yfirleitt frekar stirð í mjöðmunum. Þetta eru stærstu og stirðustu liðamótin okkar. Og það er ágætt að gefa sér góðan tíma hérna. Jafnvel að stoppa aðeins og láta dúa. Við ætlum samt bara að passa okkur á því að hangi ekki hér eins og rækjur. Þannig að við svona réttum aðeins úr okkur. Og svo ætlum við að setja svona meira yfir á annan fótinn og halla okkur yfir. En reynum eins og við getum að halda bakinu beinu á meðan við dúum fram. Og mér finnst gott að toga hérna aðeins í fótinn. Fyrir þá sem eru ekki eins liðugir og ég, þá er ágætt að stefna frekar á hnéð og svo þegar við erum komin að dýpra þá er ekkert mál fyrir okkur að grípa í tærnar eða ylina og toga okkur þangað. Svo færum við okkur á milli, kannski án þess að nota hendur og við reynum að halda hnjánum ennþá í 90 gráðunum og bakið sæmilega beint og við ruggum okkur hér á milli hliða. Og þetta eru svona æfingar sem við eigum ekki að vanmeta. Stóru liðamótin okkar þurfa mjög mikla svona hreyfingu og ást. Tala nú ekki á morgnana. Og við ætlum að gera einu sinni enn á hvora hlið og þið upplýðu örugglega eins og ég að þið séu að skríða svona fram á dýnunni og þegar það gerist, þau eru komin út af dýnunni, þá bara færið ykkur tilbaka. Einu sinni enn hérna. Ok, og nú ætlum við að nota þennan liðleika í næstu æfingu. Þannig að við vorum búin að gera hérna krippa og fetta og nú ætlum við að vera í núllstöðunni þarna á milli. Ekki í fettunni og alls ekki í krippunni, heldur þarna mitt á milli og hafa djúpkviðinn spenntan. Og svo reyni ég að hreyfa hérna mjöðmina eins og ég get og stjórna mjóbakinu allan tíman, hafa mjóbakið stöðugt. Ég hreyfi beint upp aftur og bak, hnéð í 90 gráður, út til hliðar, hnéð ennþá í 90 gráður, olnbogi 90 gráður. Og ég geri 3 svona hringi í viðbót. Og svo hin áttin. Reyndu eins og þú getur að halda stöðuleika allan tíman á baki, á kvið. Svo er það hin hliðin. Og það er nákvæmlega sama, kannski ágætt að setja sig aftur upp. Þrýsta aðeins lófunum í dýnuna, þrýsta herðablóðunum, pínlítið í sundur, virkja djúpkviðinn. Og það getur alveg verið svolítið munur á milli hliða. Lyftum beint upp aftur og bak. Út til hliðar reynum að halda hné og ökkla í sömu hæð. Olnbogi aftur, hlið, olnbogi og svo 3 í viðbót. Og hérna leyfirðu önduninni bara að flæða eins og hún þarf. Hún reynir alveg svolítið á stjórn. Svo er það hinn hringurinn. Miðjan okkar er sterk. Einu sinni enn og við losum. Góð tími til að fá sér vatnssopa. Ætlum síðan næst að fara aðeins í úlliðina. Og mér finnst gott að byrja á venjulegri stöð á 4 fótum og rúlla í lítinn hring. Fingur eru glentir. Reynum að fá stóran lófa í dýnuna. Rúllum í báðar áttir með hringinn. Þetta er svona cirka 3 ferðir í hvora átt. Ok, svo losum við næst. Látum við lófana snúa að líkamanum okkar og við ætlum aftur að rúlla í hringi
Og nú finnum við að hreyfingin tekur í á allt öðrum stöðum heldur en áðan þegar við vorum að gera hringina. Förum hina áttina. Og stoppum og nú gerum við mjög skrítið. Við ætlum að hafa handarbökin í gólfinu. Og lófarnir eru ekkert rosalega langt frá hnjánum. Hér það sem við gerum er að bakka aðeins, færa þungan frá, aftur á bak frá lófunum. Pössum að ofspenna ekki axlir og hér kemur teygja á framanverða framhandleggi, ofan á handleggnum, framhandleggnum. Og hér skulum við varlega hreyfa frá hægri til vinstri. Og hafðu í huga að þetta ekki stórir vöðvar, þetta alls ekki djúpar teygjur. Nú losum við varlega og við skulum hreyfa, kreppa rétta, snúa í hringi og svo aðeins hrista. Og svo ótrúlegt en satt, hjálpar til þegar við erum að hrista svona, að búa til svona símamerki, eins og við séum að tala í síman, og hrista þannig, svona eins og þú sért að hrista úr tómatsósuflösku, svona kröftulega. Það er mjög gott og svo líka það sem hefur reynst mig einna best þegar ég er viðkvæm í úlliðunum er að grípa utan úlliðin með þumli og löngutöng, bara eins gott greip og ég get, held bara og hreyfi svo handlegginn í hring og þannig fæ ég svona milt nudd á vöðvafestingar og sinar og viðkvæmar hluti hérna í kringum úlliðin. Og við gerum begja megin og ef þú ert með úr þá skaltu ekki hafa það mjög fast ólað á þig. Þetta hefur reynst mér einna best við að losa spennu í úlliðum. Ok, og nú ætla ég að sitja við næstu æfingar og ef þér þykir óþægilegt að sitja svona þá bara getur þú staðið upp eða fengið að sæti. En við ætlum að toga axlir upp að eyrum, dálítið fast og ýta svo öxlunum niður. Þannig að þú togar upp, mjög gott að gera á innöndun finnst mér, útöndun þrýsta niður. Ímyndaðu þér og sérst að stytta hálsinn á leiðinni upp og lengjan á leiðinni niður. Innöndun og útöndun, tvisvar í viðbót. Mjög gott. Handleggir út í axlarhæð, snúðu upp á handleggina og horfðu upp. Snúðu niður og horfðu niður. Passaðu þig bara á því, sérstaklega þú stendur að fara ekki inn í fettu með líkamann. Aðeins að spenna kviðinn, þannig að þó við séum að snúa upp á axlir og hreyfa höfuð, þá erum við ekkert að hreyfa búkinn. Útöndun niður, innöndun upp. Ok, förum í sikkur áttina, önnur hendin fyrir innsnúning og hinn í uppsnúning og horfðu á eftir hendinni sem er að snúa upp og svo skiptiru. Og horfðu alltaf á eftir hendinni sem er að snúa upp þannig að þú fáir líka hreyfingu á hálsinn. Mjög mikilvægar hreyfingar fyrir hálsinn, það er eðlilegt að heyra eða finna brak í hálssvæðinu. Einu sinni enn í hvora átt og slaka yppa. Mjög gott, þá eigum við bara eftir að hreyfa höfuðið hérna til hliðana. Og þú getur auðvitað gert á þínum hraða, mér finnst ágætt, stundum reyndar finnst mér ágætt að gera bara hratt, eða svona frekar hratt. En akkurat núna finnst mér gott að gera í takt við öndun og það er bara dagsformi sem skiptir máli. Þannig að, kom brak, svona getur maður að losa spennu sem er. En það sem ég er að reyna að segja er að leyfðu svolítið tilfinningunni þinni í þínum líkama að ráða því hvað þú fer hratt í gegnum æfingarnar. Og það er bara tilfinning og dagsform og það getur verið misjafnt. Ok, mjög gott. Hér ætlum við líka að hreyfa aftur hrygginn. Þannig að byrjum með lófa á mjöðmum. Og nú ætlum við að þrýsta bringunni fram, kreista herðablöðin saman, ýta olnbogum aftur á bak og útöndun, gera krippu. Þetta er nákvæmlega sama og vorum að gera áðan á 4 fótum og þú getur haft hendurnar áfram hérna á mjöðmum, sérstaklega ef það er ekki nóg pláss í kringu þig. En ef þú hefur plássið, þá ætlar að opna faðminn alveg svo getur
og svo loka. Blástu frá þegar hendurnar koma saman. Anda að, opna faðminn og passaðu bara að ofspenna ekki axlir, útöndun, kryppa. Og leyfðu þér svona virkilega að fara inn í hreyfinguna, algjörlega. Gerðu einu sinni enn, opna og loka. Mjög gott. Svo ætlum við aftur að koma á 4 fætur. Nú ætlum við að halda áfram með axlarliðkun. Og nú er svolítið mikilvægt að við höldum djúpvöðvaspennu í kviðnum okkar. Þannig við erum ekki í kryppu, eða það er að segja, við erum ekki í slakri fettu. Við erum ekki alveg í kryppu, heldur þarna mitt á milli, en kviðvöðvarnir okkar eru sterkir. Hérna ég ætla að hreyfa mjaðmirnar sem minnst og ég ætla að hreyfa hendina eða handlegginn sem mest. Þannig að hérna teygi ég hendina hátt upp og að því ég er ekki að færa hreyfinguna mína niður í mjöðum. Ef ég myndi gera það, myndi ég dilla mjöðminu svona út til hliðar og komast lengra með hendina. En að því ég ætla að reyna að gera það ekki, þá kemst ég aðeins styttra. Teygi hendina hérna hátt upp og svo þræði ég hana undir líka án þess að skekkja mjaðmirnar. Fyrir eins langt og ég get, eins langt og mér líður vel með og svo aftur upp. Ég ætla að gera 5 svona. Og hérna finnst mér ágætt að blása frá þegar ég er að teygja hendina upp. Það er út af því að mér finnst það pínu erfitt. Það er líka allt í lagi að anda að á leiðinu upp. Svo anda ég að hérna þegar ég er að skipta stöðu. Svo anda ég aftur frá þegar ég er komin hérna niður. Þú stýrir auðvitað alveg hvernig þú vilt anda. Þinn liðleiki getur haft eitthvað það að segja hvernig öndun er best. Síðasta hérna. Og þá skiptum við og ég ætla að skipta hlið. Alveg eins, miðjan sterk, teygja hátt, getur verið munur á milli hliða og svo undir. Og í sumum tilfellum er allt í lagi að leyfa mjöðmunum bara að hreyfast með. Þú færð aðeins minni hreyfingu inn í brjóstbakið með þeim hætti, en auðvitað stýrir þú alveg með hvað hætti þú ferð inn í hreyfinguna. Lengi sem að þér líður vel. Og niður síðasta hérna. Mjög gott. Þá ætlum við að velta okkur yfir á bakið og fara inn í létta hryggvindu. Kannski er spenna í mjóbakinu og ef þú finnur það hjá þér, togaðu þar hnén að brjóstkassa, ruggaðu aðeins hérna eins lengi og þú þarft. Og svo hryggvindan. Krosslegg fætur, bara svona eins og ég siti við borð og ég bara svona krossleggja fætur eins og ég sé að drekka kaffi einhvers staðar. Ok, og svo rúlla ég fótunum yfir, en nú krosslegg ég vinstri yfir hægri og rúlla yfir á hægri hlið. Nota hægri hendi til að toga bæði hnén neðar og ég reyni kannski að krækja vinstri fótinn undir hinn. Vinstri höndin kemur svo á ská og upp hérna hinum megin og ég horfi þangað. Andvarpa, reyndu. Slaka eins mikið á inn í bakið og þú getur. Þú gætir fundið fyrir teygju á svipuðum stað og áðan þegar þú varst hérna með annan fótinn beinan og hinn fótinn boginn og varst að teygja þig svona yfir. Í hérna hálfkrjúpandi stöðunni. Þannig að þetta eru sömu vöðvar sem við erum að ná til hérna. Í mittinu. Mjög gott að andvarpa. Það hjálpa manni svona að fara aðeins dýpra inn í stöðuna. En nú ætlum við að skipta. Þá losum við fótinn undan eða úr krossinum. Krossleggjum hinum megin. Rúllum hnjánum báðum í átt að gólfinu vinstra megin. Vinstri lófinn kemur ofan á hnén. Reyndu að halda hnjánum svona krektum þannig að þeir haldist saman. Hægri höndin kemur á ská upp og þú veltir þér eða horfir yfir til hægri. Og svo bara hanga.
Og hryggvindan þannig að því betur sem að þú nærð að slaka á, því líklegri að þú fáir meira út úr æfingunni. Þú kemst aðeins dýpra, jafnvel nærð að losa spennu sem þú vissir ekki að væri til staðar. Eitt andvarp enn. Og svo losum við, fáum fæturinn í miðju, tóum hné að bringu og ruggum og rúllum. Grípum undir hnén, rúllum aftur og bak áfram og reynum að rúlla á vöðvunum sikkur megin við hrygginn, ekki endilega á hryggnum sjálfum. Endanum rúllum við okkur upp í sitjandi stöðu. Og við ætlum að gera það að markmið okkar, að taka með okkur inn í daginn þessa góðu líkamsvitund, þessa mýkt og þennan sveigjanleika og tökum þennan góða ásetning með okkur inn í daginn. Ef þú vilt, þá þetta líka fullkominn tími til að sitja aðeins lengur við og halda áfram að fara yfir daginn. Framundan, fara yfir alla fundi, alveg svo ég sagði áðan, alla fundi og allt sem framundan. Sjáðu fyrir þér bestu útgáfuna af öllum þessum viðburðum. Alveg frá því þú ferð út úr húsi og þangað til þú leggst á koddann. Og ég ætla hins vegar að stoppa upptökuna en þú getur setið eins lengi og þú þarft. Namaste.